Just a few hundred meters behind me, Stone Age hunting tools and other domestic utensils have been found that date back at least 4,000 years. In this village of Sakwak, a typical hunting community in northwest Greenland, people have been living and going about their daily business all that time in an environment of their choice. They have kept themselves and their culture alive despite what may seem to us impossible conditions. Now many people are being forced to leave, and the population of Sakwak is a mere 20% of what it was only a few years ago. But it's not conditions here that are making people leave, it's other people. People they don't know, and until a few years ago, had never heard of. Þjóðir sem lifa á fiskveiðum sækja alla lífsbjörg sína í hafið og verða stundum að færa því miklar fórnir. Enginn veit hvenær næsta kall kemur og hafið rýfur óbætanlegt skarð í samfélagið. Þannig hefur það alltaf verið. Þó að sjómenn séu nú betur búnir en forfeður þeirra, eru þeir jafnháðir náttúruöflunum. Líf sjómannsins ekki auðvelt en margir hafa samt kosið sér það. Hafið heillar þá. Það líf þeirra og þeir vilja ekki breyta því. To make this film, we traveled to many different cultures, all the way from the Arctic Ocean to the Far East. All these cultures have one thing in common. They all depend on the sea for their survival. Everywhere we went, we became aware of a growing fear within fishing communities of an ideology alien to their way of life. These people regard this new and aggressive ideology, which has its origins in the big cities of industrialized nations, as a threat to their very existence. The rationale behind the ideology is often vague and obscure, but its broad message is clear. Hann sá að svipta manninn þeim rétti að nýta náttúruauðlegð jarðarinnar og saka þjóðir sem leyfa sér slíkt að spilla náttúrunni. Spámenn þessara nýju trúarbragða eru svo sannfærðir að málstaður þeirra sé réttur að þeir horfa ekki kostnaðinn við baráttu sína gegn þeim sem nýta gæði jarðarinnar. Þjóðir sem hafa jafnan lifað á auðlindum náttúrunnar eru taldar frumstæðar og villtar og því verði að boða þeim hina nýju bókstafstrú með góðu eða illu. Remember, we don't have to wait for governments to take action. We can take it ourselves by making sure that we do not purchase any Japanese products, and nor do we purchase any Norwegian or Icelandic products. Fiskveiði þjóðir sem telja eðlilegt að bera virðingu fyrir náttúrunni sem veitir þeim alla lífsnauðsynjar, telja þessa trúboða frá stórborgunum hrokafullar boðflennur sem sækjast fyrst og fremst eftir auðu og völdum en skortir yfirleitt alla þekkingu á náttúrunni sem þeir segjast vera vernda. Is this an overharsh response? Perhaps. But it's easy enough to find sympathy for the people affected by environmentalist campaigns if we take a closer look at the damage those campaigns have done. Unnt að finna dæmi næstum hvar sem á jörðinni en þar sem við getum aðeins fjallað nokkur þeirra í þessari mynd ákváðum við að beina athyglinni að deilunni auðlindir hafsins. Þekking á gagnkvæmum áhrifum ýmissa lífvera í hafinu skiptir sífellt meira máli og fiskveiði þjóðir verja miklum fjárhæðum til rannsókna sem geta aukið skilning þeirra á líffræðilegu jafnvægi hafsins. Nú þegar eftirspurn eftir sjávarafurðum fer stöðugt vaxandi slíkur skilningur ekki aðeins lífsnauðsyn fyrir margar þjóðir heldur líka mannkynið í heild. Við verðum að varðveita auðlindir hafsins handa komandi kynslóðum. Átök vegna nýtinga náttúruauðlinda verða sífellt harðari og eru auðlindir hafsins engin undantekning. En átökin fara ekki fram á hafinu í því umhverfi sem sjómennirnir þekkja heldur í alþjóðlegum fjölmiðlum og með áróðri meðal stjórnmálamanna. Flestir sjómenn búa við kröpp kjör, lífsviðurværi þeirra háð afla næstu veiðiferðar og þeir hafa hvorki tíma né sérþekkingu til að standa í langvinnum deilum við samtök sem efast rétt þeirra til að afla jarðarbúum fæðu, rétt sem enginn hefur nokkru sinni áður efast
Á undanförnum árum hafa fulltrúar ýmissa hópa umhverfis- og dýraverndarmanna sem þekkja þessar baráttu aðferðir betur en sjómenn sífellt beint meiri athygli að fiskveiðum almennt. What we see here is unbridled greed by a fishing industry that's worldwide. American fishermen, Soviet fishermen, Japanese, Icelanders, they're all the same with their mentality. Short-term economics, let's go out and make a buck. Craig Van Noot er leiðtogi bandarískra heildarsamtaka 35 þekktra umhverfisverndafélaga. Eitt verkefna hans er að afla stuðnings bandarískra þingmanna og embættismanna í viðskiptaráðuneytinu við baráttu gegn nýtingu auðlinda hafsins. All of our groups generally tend to adopt the philosophy that there should be non-consumptive uses of wildlife. Therefore, they do not want to see commercial exploitation of wildlife. So we're starting to look at total ecosystems and how to build an overall umbrella management scheme. Our total membership just in the United States must be over 4 million right now. And then many of our groups have offices overseas, Greenpeace, International Fund for Animal Welfare, the Humane Society, and so we are very broad-based. Þó að hugsunarháttur Van Noot sé fýsilegur ýmsum íbúum bandarískra stórborga og ýmsum tegnum annarra iðnaðarþjóða sem geta valið milli margra fæðutegunda í stórmörkuðum heimabyggða sinna, er hann lítt aðlaðandi fyrir þær þjóðir sem lifa í nánum tengslum við náttúruna. Þeim finnst þær hafa ærna ástæðu til að hafna slíkum hugmyndum sem hafa ekki afrekað annað en að leggja efnahag þeirra í rúst. Frá því snemma á 8. áratugnum hafa meðaltekjur fjölskyldna á þessum slóðum minnkað til muna. Áður fyrr hafði fólki sæmilega tekjur á selveiðum og gat staðið á eigin fótum en nú hefur nær alveg tekið fyrir sölu og selskinnum. Takkua silarsuarmiuqatitsuut taaman noqannerma junginner umasini illersuiniaqatingik uanga imanna misigisimuunga so piniarn tama unitsinniarsaringaat taulu inutitsarsuurnerp qaminniarsaringaat imanna tiisimak issua uansimakkersuisinnaangilak akiortariaqarpu isimakkersuiniautsinaqanuiti ussappat tissequmittaassuu isimakkersuinisariaqangit akiortariaqarpu isimakkersuini akiortlu. Vaxandi áhugi náttúruverndarsamtaka á því að skipta sér af fiskveiðum og jafnvel að segja fyrir stjórnun þeirra hefur líka hlotið misjafnan hljómgrunn meðal vísindamanna. My initial feeling is that you should try to work with them to the extent possible. But I know that in some cases where scientists have tried to work with them, either directly or through commissions, they have found that sometimes the environmental groups tend to distort the science. Alþjóða hafrannsóknaráðið sem var stofnað árið 1902 og hefur aðalstöðvar í Kaupmannahöfn elsta og ein virtasta vísindastofnunin á jörðinni. Helsta hlutverk þess að leiðbeina ríkisstjórnum nýtingu auðlinda sjávarins og það byggir ráðgjöf sín á vísindarannsóknum og hlutlægu mati á þeim. As a part of their new strategy to gain respectability and become involved in the decision-making process concerning common fisheries, environmental organizations have eagerly tried to obtain observer status within ICES. Í marsmánuð árið 1992 fóru grænfriðungar formlega fram á að fá áheyrna fulltrúa í Alþjóða hafrannsóknaráðinu, en reglur aðild að því eru strangar til þess að ráðið geti samþykkt slík samtök verða þau að sýna fram á að þau búi við nægilegri vísindalegri þekkingu til að fjalla nýtingu og auðlindum sjávarins. Greenpeace, which claims that all its campaigns are based on thorough scientific research, submitted this collection of papers to ICES. But the ICES scientists were not impressed. In short, Greenpeace failed the crucial test. Their application was flatly rejected. Groups like Greenpeace and others can gain access to scientific information, provided that it's public information. And there are scientists who are working with some of the environmental groups who claim to be conducting science. But for a scientist to make claims without substantiation, in the end, it's not something that's going to be accepted as scientific fact. It may tend to influence public opinion in the short run, but I think in the long term, it's only substantiated scientific fact that is going to win out. Þó
Þótt undarlegt sé hafa öll þessi skjöl áður verið lögð fram og hlotið viðurkenningu annar áhrifamikilla stofnana svo sem Evrópubandalagsins og Sameinuðu þjóðanna sem hafa vald til að ákveða örlög milljóna manna. Við getum aðeins ályktað að annarkvort hafa skjölin verið samþykkt án fyrirvara af stjórnmálalegum ástæðum eða vísindalegu staðall þessara stofnana sé vafasamur. Þó að grænfriðungar sem reiða sig mjög á fjölmiðla hafi líkt hampað því að vísindamenn hafi hafnað umsókn þeirra, hafa þeir aukið áróðu sinn gegn fiskveiðum. We'll be working in a lot of national arenas in North America, Latin America, South America, in Europe, and everywhere else we are to try and reform fisheries management. Ein helsta baráttu aðferð umhverfissamtaka gegn hefðbundnum fiskveiðum hefur verið sú að beina athyglina því sem þau kalla grimmileg vopn. Þau hafa lýst bareflum selveiðimanna og skuttlum hvalveiðimanna sem pyntinga og drápstækjum og hlotið góðan hljómgrunn. Nú beina þau athyglinni að netaveiðum. Í mikilli áróðusherferð þar sem því haldið fram að sjávarspendýr eigi meiri rétt til auðlinda hafsins en mennirnir hafa umhverfisverndarmenn nú ráðist gegn sjómönnum á vesturströnd Bandaríkjanna. Þeir eru nú sakaðir að vera verstu vágestir náttúrunnar þar slóðir. Michael McCorkle og 1000 annarra sjómanna standa nú frammi fyrir því að missa lífsviðurværi sitt vegna áróðustilfinningamanna gegn fiskveiðum sem hefur leitt til þess að nú bannað að nota lagnet undan ströndum Kaliforníu. What's happened is that the state of California has now allowed its resources to be managed by emotionalism and public vote, which has nothing to do with the resource itself. Með áróðrið sem þessum að birta mynd af illa særðum sel til að vekja eðlilega samúð með varnarlausum dýrum hefur umhverfisverndamönnum tekist að afla nægilega margra undirskrifta meðal kjósenda til þess að áskorun þeirra algjört bann við netaveiðum verði sjálfkrafa lögum sem höggva þá hönd sem fæðir þá í stað þess að bíta aðeins í hana. I don't think the public realizes yet that they're not going to get their favorite fish. A lot of people in Southern California like to eat local, fresh-caught fish, and they're not going to get it anymore because where these closures are the same places that these fish live. Doreen Pratt var ráðin til þess af stjórnvöldum að kanna sannleiksgildi þeirra fullyrðinga umhverfisverndarmanna að sjómenn dræpu fjölda sjávarspendýra. Þegar Doreen taldi sig verða skýra frá árangri rannsókna sinna var hún rekin. Prior to this, I'd been pretty much and I still consider myself a dolphin and whale lover. I mean, that's what motivated me to get into work. I felt like I had a cause to come save the dolphins when I came here. What I found was that the fishermen were the ones being victimized rather than the marine mammals. They were being targeted as enemies of the environment, as brutal destroyers and killers, and I was assigned to go out on their boats individually with them. I didn't find that at all. I found very different kind of people. So I was in a position where I felt like we were lying by omission, by not bringing out the facts when they were called for by the public. I felt our agency was involved in a lie. Ákafur áróður gegn nýtingu sjávarspendýra sem hófst síðast á 7. áratugnum hefur orðið til þess að heil kynslóð margra vestrænna samfélaga alin upp í þeirri trú að sjávarspendýr séu heilagar verur og einhver dularfullan hátt æðri manninum. The sperm whale has the largest brain of any mammal, and therefore must make it much larger than the average politician. Bandaríski löggjafar arftaka Thomasa Jeffersons kosnir af þjóðinni fyrir þjóðina hafa látið tilfinninga áróður hafa slík áhrif á sig að þeir hafa sett lög sem veita sjávarspendýrum meiri réttindi en mönnum. Seals have more rights than people now. Whales have more rights than people. They sing prettier songs underwater than people sing on land. It's fisherman's the scapegoat, looks like, for all this. Vegna þessara löggjafar halda selir og sæljón sig nú á slóðum þar sem slík dýr hafa aldrei verið áður. Auk þess hefur þeim fjölgað svo mjög að ekki verður við neitt ráðið. Eitt slíkra svæða þessi sandfjara í Santa Barbara í Kaliforníu.
Nú liggja þung viðurlög við því að raska ró selanna á þessum nýja aðsetustað þeirra sem var áður fyrir vinsæll baðstaður heimamanna. The mothers will dash out and leave the pups, and if they get separated, there's a possibility they never find each other again. Sjálfboðaliðar halda sig á góðum útsýnistöðum og gæta þessa vegfarendur sem virðast ónáða selina hljóti makleg málagjöld. We do about 2-hour shifts whenever we have a chance. And what do you do for the rest of the day? Oh, we all have our own jobs and our own lives. Ef einhver gengir svo langt að drepa eitthvað þessara dýra, hvort sem það væri sér til matar eða af öðrum ástæðum, gæti hann hlotið þyngri refsingu en fyrir manndráp. In Santa Barbara Harbor, I went down to my boat one day, 2 o'clock in the morning, and there's a dock I have to walk down, had a sign up, said, stop, you know, close, this dock closed. And I looked down and there was a seal down there laying on the dock, and it's a pretty big sea lion, and I said, well, I'm going to try to get around him, he might bite me. It was dark, and the harbor officer came down and said, you can't go down there on that dock. He said, there's a sea lion down there, and you can't hurt it, and you can't scare it because it's against the law. Well, I can't go fishing. I can't get to my boat. So I went back home. And 8 o'clock in the morning, I came back, and the seal was still laying on the dock, and the sign was still up, and nobody was doing anything about it. And I thought, well, I got to get down to my boat, you know. So I've missed a day's fishing now because of this seal on the dock. But I finally got so upset, I just walked around the sign, and I picked up an oar that was laying there, and I just walked up and poked him, and he jumped in the water. And I walked by and went on my boat, and they came down and told me, you know, well, you just scared, you know, molested that seal. I could have been arrested. I could have been fined. I could have been put in jail. You know, the whole thing was stupid. They stopped me. I lost a day's fishing. What if the weather was bad? I got to go one day that week, and that was the one day, you know, and I lost it because the seal's on the dock. McCorkle var heppinn að róa frá Santa Barbara en ekki San Francisco. Þar hefur hópur sæljóna lagt bátahöfnina undir sig. Sjómenn sem hafa verið flændir burt geta ekki gert neitt án þess að hætta á háar sektir. Þótt smábátahafnir stórborganna sé ekki eðlileg vistsvæði þessara dýra virðist það ekki skipta máli ef unnt að græða á ferðamannaþjónustu og minjagripasölu þótt að bitna á sjávarútveginum sem var einu sinni helsti atvinnuvegur fólksins við sjávarsíðuna. A lot of fishermen, when it was coming down, just couldn't believe it, said it wouldn't happen, it won't happen, it couldn't happen to us, but it did. And it can happen anywhere in the world, I think, that you've got to take these people serious, real serious. And in some harbors, it's already that way. The Fisherman's Wharf has got no more fishermen. The only thing that's there is some old fishing boats that never go out anymore that are just sitting there, and maybe some guy they hire to come down and sit around and mend a whole piece of net. They got to have a couple of them to hang around there to give it a little atmosphere, but they sure don't want you to fish. Policy decisions are not being based any longer on science, but have rather moved into areas of emotion and other objectives. And for us, this is a very difficult thing because we're losing sight of the fact that the oceans are an important source of food for people of the world, not just in the United States, but all over. Vegna velgengni sinnar í Kaliforníu hafa umhverfisverndamenn leitast við að fá fiskveiðar bannaðar annars staðar í Bandaríkjunum. Það veldur miklum áhyggjum meðal sjómanna sem stunda netaveiðar og togveiðar, en umhverfisverndamenn beina spjótum sínum í æ ríkari mæli að þeim og kalla veiðarfæri þeirra fallhlífar dauðans. The gillnet fleet in California was vastly outnumbered in terms of people and money. In Oregon, people are being paid to gather signatures. I'm told up to $1.75 to gather a signature on an anti-gillnetting initiative. The initiative is being sold as a conservation mechanism when it has nothing to do with conservation. It's a mechanism to eliminate the commercial fleet. It's an emotional appeal to better someone's self-interest. We will go against the U.S. trawler fleet because of their wasteful practices. And we will be in their faces. It's not just the whales that we're going to be going after. Allt frá því að maðurinn settist fyrst að við sjávarsíðuna hefur hann nýtt auðlindir sjávarins á einn eða annan hátt. En á sama tíma og sjómennirnir sem hafa alltaf stundað fiskveiðar eru neyddir til að hætta þeim, nota tilteknir umhverfisverndamenn sér það að þeir eru úr sögunni.
Á sólarströnd Kaliforníu hefur Peter Howard, kunnur baráttumaður fyrir friðun sela í Santa Barbara, lifað þægilegu lífi á fjárframlögum almennings. Þau hafa gert honum kleift að kaupa mun betur búna báta en flesti sjómannan á þeim slóðum hafa getað veitt sér, eins og þennan. Howard viðurkennir að hafa hvorki hlotið neina vísindalega þjálfun né menntun, en rekur eigin selaverndarstofnun með endurhæfingarstöð fyrir bástadda seli. We're not trying to play God. The numbers we take care of here in terms of diseased animals or natural causes have no difference whatsoever to population level. There's a fairly high natural mortality anyway in seal pups. About 60% of them die. For example, if harbor seals will die within the first year in these waters. The majority of fish these animals are catching are non-market species. It's not to say that they don't catch market species or that they don't have an impact on fisheries. They do. It's very definitely well documented, but it's individuals. It's not at a population level. There's quite a difference. And I would ask too, who was here first? Það sem hefur gerst á vesturströnd Bandaríkjanna viðvörun fyrir sjávarútveg almennt. Alþjóðlega tímaritið Fishing Boat World efast ekki að svo sé. Í ritstjórnargrein í því segir: mörg tískan og sérviskan kemur frá Kaliforníu og svo síðasta sem líklegt að dreifist heimsbyggðina bann við öllum netaveiðum. Tilvitnun lýkur. Ritstjórinn varar við því að alheimssamtök umhverfisverndarsinna muni hvetja samtök í öðrum löndum til að fara fordæmi þeirra og hann óttast að það sem hefur gerst í Kaliforníu verði fljótlega upp að víðtækrar hreyfingar gegn fiskveiðum almennt. Spádómar hans virðist ætla að rætast og það ógnvænlega hratt. Áhrifamiklir fjölmiðlar eru nú farnir að fjalla fiskveiðar á afar neikvæðan hátt og þeir byggja umfjöllun sína verulegu leit á gögnum frá umhverfisverndarsamtökum og þau bregðast fljótt við með því að krefjast þess að fiskveiðar verði bannaðar og með því að hvetja almenning til þess að hætta éta fisk. Árið 1991 vörðu sjómenn við Alaska meiri tíma í réttarsölum við að verja rétt sinn til fiskveiða fyrir grænfriðungum en á miðunum. Grænfriðungar telja sæljónin þar slóðir eiga meiri rétt á fiskinum en sjómennirnir. Áróður eins og þeim að telja fiskveiðar ómannúðlegar og líkja þeim við þjóðarmorð nasista dreift á götum stórborga í Evrópu. Því jafnvel haldið fram að fiskur hafi ekkert næringagildi fyrir menn og fiskveiði séu rányrkja á náttúrunni og fullnægi aðeins ágirnd lítils sérhagsmunahóps. Sjómenn eru taldir helstu syndaselirnir. Í bæklingi frá svonefndum hafverndarsamtökum, áhrifamiklum samtökum bandarískra dýraverndarfélaga sem leita stuðnings Clintons forseta, sjómönnu lýst sem skynlausum gráðugum skepnum og líkt við hungraða hunda að naga bein. Þegar öll helstu dýraverndar og umhverfisverndarsamtökin hefja meiri háttar baráttu gegn fiskveiðum almennt, feta smærri samtök í fótspor þeirra og beita oft öfgakenndum aðferðum til að ná takmarki sínu. Dýraverndarmenn réttlættu nýlega aðgerðir hermdarverkamanna gegn breskum sjómönnum með því að rækjur hefðu líka tilfinningar. Athyglisvert að nýja baráttan furðulega keimlík baráttunni gegn hval- og selveiðum sem sömu hópar hafa haldið uppi með góðum árangri í 2 áratugi. En það á eftir að koma í ljós hvort nýju slagorðin verndum hafið gefa jafn mikið í aðra hönd. All these resources in the sea are being plundered. And we're going to have nothing left unless we get some tight restrictions on fisheries, whether it's for whales or for cod. What it takes is a critical look at the way you conduct your fisheries. And that spills over into the whaling industry and the sealing industry. And we're going to have to undergo some pain here. The oceans have to be managed in respect of looking at all of the resources as usable resources and affecting each other, and we can't do that when we go away from science. So we're losing sight of the science on our policy in regards to whales, and that's a very bad situation, we think. Selum fjölga mjög hratt og það veldur ugg meðal sjómanna á Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna. Grænlendingar eru farnir að líta á selina sem jafn slæma plá í sjónum og rottur á landi. Miklar vöður hungraðra sela ógna mörgum mikilvægum fiskstofnum þar slóðir og þá leið lífsgrundvelli fólksins sem býr þar. Between 1 and 3 million of harp seals, and that is very conservative estimate. I know
that the Canadians have carried surveys in the spring. They have taken photographs, and from these photographs they estimated around between 3 and 4 millions on the ice. You do not see the other seals that are under the ice, beneath the ice. So I would think that there are approximately between 4 and 6 million harp seals swimming around in our, in the waters between Canada and Greenland. And that's a lot of seals. Seals eat fish. Lots of seals eat lots of fish. There is a famous sealing skipper who said they don't eat potatoes, and he was right. Margir hafa gagnrýnt friðunarsamtök fyrir að hafa valdið þessum vanda því barátta þeirra gegn selveiðum hefur orðið til þess að þær hafa lagst af. En dýraverndunarmenn hafa sínar eigin skýringar á því hverjir eigi sökin og þeim vistfræðilega voðað. Iceland and Norway are suffering a growing problem with the seal populations exploding. And they only have themselves to blame here again because they've wiped out many of the predators that kept the seal populations under control, in particular the killer whales, or the orcas as we call them. And because these predators have largely disappeared from the coasts of the North Atlantic, there's no more control of the seal populations, and they've naturally grown. And yet the tragedy is that even now Norway allows a bounty on killer whales, and Iceland not only allows the fishermen to kill the killer whales, but they're capturing them for export overseas, which we think is criminal. This is just another example of the short-sighted fisheries policies of Iceland and Norway and other fisheries nations. Engin fótur fyrir þessum fullyrðingum. Mikið af háhyrningum bæði undan ströndum Noregs og Íslands. Í Noregi eru þeir friðaðir og svo hugmynd að verðlaun séu greidd fyrir að drepa þá fáránleg. Sjávarútvegsráðuneytið á Íslandi tekur þessar fullyrðingar heldur ekki alvarlega því að háhyrningar hafa aldrei verið veiddir þar til matar né af öðrum ástæðum. Nokkrir hvalir voru veiddir lifandi handa erlendum sædýrasöfnum á 9. áratugnum en það hefur ekki verið gert síðan árið 1989. Hverja telja sjávarlíffræðingar helstu ástæðuna fyrir hinni miklu fjölgun selana? Back in the 70s, there was strong efforts by environmental groups to reduce the harvest of seals, say in Canadian waters, Norwegian waters, and so on. What we have seen since then is an increase in those stocks of seals. The increase in the seal stocks has been as a result of no harvests on them or very reduced harvests. But the fact is that seals have been moving into areas where they have not been problems earlier, and the fact there's overall more seals, it simply compounds the problem. Umhverfisverndarsamtök hafa ekki vilja trúa sjómönnum þegar þeir segja að sum sjávarspendýrstofni lífsviðurværi þeirra í hættu, bæði með því að veiða og éta of mikinn fisk og með því að ræna fiski sem sjómenn hafa veitt. Well, you have to be real careful because there's a really bad interaction with seals and sea lions and fishing because the population's expanding so fast that everywhere you go fishing, the seals are eating all the fish up and eating them out of your nets. And so when you go out and work all day, you come back with no catch. And people don't realize that the effect that has on the fishermen. One way to rationalize it maybe would be to ask that person that if he would like to work all week and at the end of the week hand over his paycheck to a sea lion. Þessar einstæðu myndir tók áhuga ljósmyndari undan vesturströnd Írlands en þar ógna selir nú lífsgrundvelli sjómanna líkt og í Kaliforníu. Í þessum róðri skemmtu selirnir eða átu 3 af hverjum 4 fiskum sem kom í netin.
these components do consume large quantities of fish, and in some areas, quantities that are of the same sort of level as commercial harvests. Á undanförnum árum hafa dýraverndunarsamtök grætt $100 milljóna á því að telja almenningi trú að þau berjist fyrir því að bjarga sædýrum. Let that be a message to you, you whaling nations. You're nothing more than subhumans that want to go whaling. They're not humans. Humans wouldn't do it. Í mars árið 1990 falaðist Brian Davis formaður alþjóða dýraverndunarsjóðsins eftir stuðningi almennings við baráttu sína fyrir því að bjarga selabörnum eins og hann kallaði það. Norsku skinnakaupmaður Christian Riepers var valinn sem skotmark fyrir baráttu Brian Davis. Fólk var hvatt til að senda Rieper hótunarbréf og sérprentuðum póstkortum ásamt $10 framlagi til Brian sjálfs. En Davis sagði stuðningsmönnum sínum ekki að allar veiðar á hvítum selkópum höfðu lagst af mörgum árum áður og að Rieper væri löngu hættur að hagnast á selveiðum. $10 was paid from when they send postcards to me, they send $10 to Brian Davis. This time, or rather this summer, we have received about 60,000 postcards, and that means $600,000 on this campaign. Ekki gefa hvalirnir minna af sér, talið að grænfriðungar einir hafi hagnast $100 milljón á hvölum árið 1991, en það táknar að hvalaverndun hefur gefið mun meiri arð en hvalveiðar hafa nokkru sinni gert. Grænfriðungar hafa ekki sagt stuðningsmönnum sínum að allir hvalastofnarnir sem voru í hættu vegna ofveiði fyrr á þessari öld, svo sem steypireyður og hnúfubakur, höfðu verið friðaðir með alþjóðlegu samkomulagi mörgum árum áður en hinn arðbæru hvalverndunarsamtök voru stofnuð. Auk þess höfðu flestar tegundana sem höfðu verið í hættu náð sér verulega. Rannsóknir annarra vísindamanna, einkum sérlega í Bandaríkjunum, út frá öðrum aðferðum, benda hins vegar til þess að heildarfjöldi hnúfubaka á norðvestanverðu Atlantshafi, og þar með talið reyndar Ísland, sé 5.000 til 6.000 dýr. Ennarar athuganir sem hafa beinst að skoðun veiðigagna frá því fyrir og eftir aldamótin síðustu benda til þess að upprunaleg stofnstærð hnúfubaks, það er að segja stofnstærð hnúfubaks áður en að veiðar hófust á Norður-Atlantshafi, sé mjög svipaður, þannig að allt tal það að þessi stofn hafi ekki náð sér eftir ofveiðar fyrir á öldinni, þær eiga ekki við rök að styðjast og reyndar bendir allt til þess að ástandið sé gott. No whale stocks in the world are in danger of extinction through harvesting, through any likely harvesting that a revised management procedure may allow. Gífurlegur hagnaður grænfriðunga hefur ekki lengur farið fram hjá neinum. Í grein í Der Spiegel, útbreiddasta tímariti Þjóðverja sem ber heitið Peningakvörn grænfriðunga, sagt frá földum sjóðum sem nema rúmum $90 milljónum. Það fé sem grænfriðungum hefur verið gefið í góðri trú og sem foringjar þeirra hafa geymt á ýmsum bankareikningum í stað þess að nota þau til umhverfisverndar. Björn Økern var forseti Noregsdeildar grænfriðunga. Vegna sambands síns við helstu leiðtoga grænfriðunga fór hann að gruna að stefna og markmið samtakanna væru önnur en almennt væri látið í veðri vaka. Þegar Økern fór að efast megin tilgang samtakanna var hann rekinn. Það var í apríl árið 1992. Det som jeg synes litt leit, det at man har liksom stilt opp for en organisasjon som jeg trodde, idealistisk som jeg i hvert fall, at var ålreit og var ærlig og drev med miljø, men jeg oppdager etter hvert at de driver jo egentlig bare og tjener sine egne penger og meler sin egen kake på bekostning av de små. Sånn som jeg opplever Greenpeace både det året som jeg satt helt tett inntil det internasjonale senteret, og sånn som jeg opplever det i ettertid, så har jeg vel sett at de helt systematisk har gått løs på de små og latt de store ligge. Greenpeace sin holdning til de spørsmålene de arbeider med, og Greenpeace sin holdning til sine motstandere, ikke minst, inneholder jo også klare elementer av det som vi kaller for fascisme, eller som gjerne kan kalles for fundamentalisme, da. Hvis noen tror at pengene blir brukt til miljøarbeid uavkortet, så tar de skammelig feil. Fra min egen tid så vet jeg jo at man reiser på business class på fly, man
Man spiser på fine restauranter, man lever det som jeg kaller for miljøvernernes jetset-liv. Så det går veldig mye penger til det. Det finnes jo da en eneste, hva skal jeg kalle det, en eneste rettesnor når det gjelder aksjoner mot hvalfangst, og det er at man skal aksjonere uansett fordi det bringer penger i kassa. Í febrúar árið 1993 kom það fram í viðtalsþætti í sænska sjónvarpinu að einungis 9% af þeim peningum sem grænfriðungum áskotnaðist voru notaði til þess sem samtökin kalla virka umhverfisvernd. Afgangurinn eða 91% runnu til samtakana sjálfra och starfsmanna þeirra. Av medlemsavgift alltså på 200 kronor så går det tillbaka ungefär 18 kronor till aktivt miljöarbete. Det skulle betyda, om man räknar ut det, Joakim Bergman, att på 1 krona till Greenpeace så är det 9 öre som blir aktivt miljöarbete. Jag får nog ge dig både ett par läsglasögon och en miniräknare faktiskt. För, om du ser vår årsredovisning här, va? Med de bilderna vi alltså, ja, det är de, ja. Då sa du att det var 22,2, det var det enda du hittade. Och du kunde inte hitta var de andra pengarna kom ifrån då. Men här har du då gåvor som en 10,9 också. Det är de siffrorna. Det är sen en andra fråga som du blandar ihop nu. Vi talar om medlemsavgifterna. Ja. För medlemsavgifter får ni in 22. Är det fel eller rätt? Nej, det är rätt. Det är rätt. Ja, det var precis det vi räknade ut. Jag behöver inga glasögon för att läsa det. Nej, men om du gör det så kommer du till en siffra på 160 000. Man måste ha glasögon alltså för att kunna tolka era siffror. Det är det du säger? Nej, det måste man inte ha. Ja, men frågan var alltså väldigt enkelt och du ska ställa den en gång till. Nej, nu ställer jag den här frågan. Av de här 13,5 miljoner kronor som du kallar för aktivt miljöarbete, innehåller det också era lönekostnader? Ja, det gör det. Det gör det. Då är det alltså inte aktivt miljöarbete. Tíma virtust grænfriðungar ætla að láta taka verulega til sín í Noregi. Árið 1983 hafðu samtökin uppi ráðagerðir að grafa undan efnahag Norðmanna. Ekki ljóst hvernig þær ráðagerðir tengdust umhverfisvernd. Höfundur ráðagerðanna var Mikael Jylling Nielsen, helsti skipulagsstjóri samtakana á þeim tíma og náinn samstarfsmaður Davids McTaggarts, núverandi heiðursforseta Alþjóðasambands grænfriðunga. Samkvæmt áætlunni skildi einkum beina spjótum að ferðamannaþjónustu og olíuvinnslu Norðmanna. Tækist okkar að spilla einum samningi gæti það valdið olíuvinnslu Norðmanna miklu tjóni, skrifaði Nielsen í skýrslu til yfirmannsins Davids McTaggart og hvatti hann til að notfæra sér sambönd sín í Bandaríkjunum til að koma áætlunni í framkvæmd. Det här är färskkött. Så det betyder att detta är fångst av kval. Det är fångst av kval, ja. Det är inte något vid om. Here in northern Norway, the utilization of marine mammals has played a vital role in the economic development of these coastal communities. For the better part of a century, small-type coastal whaling has supplied the capital that has kept these communities alive. But for the Norwegian fishermen, whaling means more than just money. It's a way of life, the basis of a culture they're determined to hold on to, despite consistent threats from organizations who are equally determined to destroy it. Until about 30 years ago, we ourselves in Britain were a major whaling nation. Á árlegum fundi Alþjóðahvalveiðiráðsins í Glasgow árið 1992 tilkynntu Norðmenn að eftir 6 ára bann við hvalveiðum ætluðu þeir að hefja hrefnuveiða við strendur Noregs að nýju sumarið 1993. Ákvörðun þeirra er byggð á því mati vísindanefndar Alþjóðahvalveiðiráðsins að óhætt sé að nýta stofninn. Det er grenser for hvor lenge Norge kan være med på en useriøs håndtering av en så viktig ressurs. Samkvæmt reglum Alþjóðahvalveiðiráðsins hafa Norðmenn lagalega rétt til að hefja hrefnuveiðar en engu að síður olli ákvörðun þeirra hörðum viðbrögðum. Í október árið 1992 hvöttu grænfriðunga stuðningsmenn sína til þess að hefja aðgerði gegn norskum hvalveiðimönnum sem samtökin hafa kallað ruddalega morðingja og fjöldamorðingja. Skip þeirra voru kölluð morðtól dauðans. Kanadamaðurinn Paul Watson, eitt stofnenda grænfriðunga og nú leiðtogi Sea Shepherd samtakana, brást fljótt við. Í desember árið 1992 reyndi skemmdarverkaflokkur Watsons án árangurs að sökkva þessum hvalveiðibáti Nýbrena, þar sem hann lá í heimahöfn sinni í Lofoten. Í yfirlýsingu til Norðmanna sem hann gaf eftir tilraunina sagðist Watson vera sendiherra þess sem hann kallaði þjóð hvalana. Hann hélt því fram
að hann hefði ætlað að eyðileggja eyðingar og drápstól fyrir þjóð hvalana. Hann sagði líka að hvalirnir hefðu samþykkt að Normenn væru engu betri en nasistarnir hefðu verið. Norska sjónvarpið átti viðtal við Watson gervitungl. And those agents are in position to do that. Can you... So I'm not going to give those names. If Norway wishes to press charges, they can press them against me. I will go to Norway and I will stand trial if that's what they wish to do. We sank half of Iceland's whaling fleet in 1986. We asked Iceland to lay charges against us. I did go to Iceland to demand that they lay charges. Iceland refused to do so. We're willing to take the same stand with Norway. In November 1986, 2 of these whaling boats behind me were scuttled here in Reykjavik Harbour by a foreign sabotage team. Paul Watson publicly claimed responsibility for the planning and execution of this criminal act. But when he appeared shortly afterwards in Iceland to face charges which might have led to several years' imprisonment, he immediately denied having had anything to do with the sabotage. According to records held by the public prosecutor, Watson had stated when questioned by the police that his previous claims to the media were not to be taken seriously. Either Watson was lying in the first place, or he suffered a serious loss of nerve when he came to face the consequences of his bravado. Due to lack of firm evidence, the public prosecutor had no alternative but to drop charges. However, Watson was immediately deported and declared by Icelandic authorities to be persona non grata. When Watson had returned safely to North America, he changed his position once again, telling his supporters that he had indeed faced up to charges in Iceland and forced the Icelandic authorities to back down. Watson hefur oft verið ásakaður að nota vafasamar aðferðir til fjáröflunar. Í nóvember árið 1989 dæmdi Hæstiréttur í Bresku Kólumbíu Watson sekan að hafa svikið fé út úr alvarlega fatlaðri og ellirhumri 88 ára gamalli konu og skilið hana bjargarlausa eftir. Þá var Watson kominn til Bandaríkjanna og sagði að dómurinn væri ofsóknir stjórnvalda og neitaði að skila fénu sem nam næstum $100,000. Japan is not just high-tech and Tokyo business centers, it's people. Hard-working people whose struggle for survival is essentially no different to that of an American farmer or Arctic Inuit. Virðing Japana fyrir hafinu sem veitir þeim fæðuna greinileg hvar sem komið og dálæti þeirra á ferskum sjávarafurðum vel þekkt. Það talið eiga drjúgan þátt í langlífi þeirra. Hours before daybreak, the main Tokyo fish market is already bristling with activity. Every morning, fresh fish from local waters and from all over the world is auctioned off here and then distributed to fishmongers and restaurants in Tokyo. The annual turnover for this market is $6.5 billion. En ein hefðbundin sjávarafurð sem var mikilvægur þáttur í mataræði Japan horfin þaðan en það hvalkjötið. Hvalkjöt langt frá því að vera aðeins sælgæti sem sumir telja Japani gætu sleppt. Hvalir og hvalveiðar hafa jafnan verið snar þáttur í tilveru margra samfélaga við sjávarsíðuna. Það til dæmis greinilegt í fiskiþorpunum Ayukawa og Taiji. Þar sem hvalir heiðraðir með minnisvörðum og helgidómum fyrir að hafa gert fólkinu kleift að lifa. Nú reynt að eyða þessari hefðbundnu menningu. A fact probably nowhere more evident than here in the town of Ayukawa, where commercial whaling has been the driving force of the community for over 100 years. Vegna alþjóðlegs banns við hvalveiðum sem samþykkt var árið 1986 hefur rúmur helmingur íbúa Ayukawa neyðst til þess að hverfa þaðan og leita sér að atvinnu annars staðar. Á sama tíma og tugir þúsunda barna deyja á hverjum degi vegna vannæringar og hernaðarátaka hvetja bandarísk dýraverndafélög oft með stuðningi barnakennara skólabörn til þess að gefa vasapeninga sína til þess að bjarga hvölum og selum frekar en fólki. When the seal hunt was at its peak, one of my jobs was responding to the anti-sealing protests that came in. One of the most frightening things for me in terms of being a communicator was an entire class of 10-year-olds
28 or 30 10-year-olds writing into the minister saying, "Dear Mr. LeBlanc, if you don't stop this, I'm going to come and kill you. If you don't stop killing seals, I'm going to kill you." Now, these are kids that haven't been in summer camp yet. They haven't written home to mom and dad to say the water's cold, the food's bad. They're going to come and kill somebody because they disagree with what he's doing. Now, you think, the 10-year-old doesn't know. Who is teaching this person to say that? That if you want to resolve a problem, you threaten somebody with murder. Ef til vill eru skoðanir barnakennara sem við hittum með bekksinn fyrir utan Smithson-stofnunna í Washington dæmigerðar fyrir þá kennslu í dýrafræði sem sum bandarísk börn fá í skólunum. As an educator, I have to say, most people have such weird ideas of what the mammals of the sea really are. Jaws and, you know, et cetera, and they don't realize that whales are gentle, very wonderful people. These are the things that should be protected. Mörgum þykir slíkt verðmætamat uggvænlegt. Höfundur þessara greinar í New York Times þykir skortur og samúð með öðrum mönnum orðin geigvænlegur. Hann bendir á að hefðu 1000 Bosníubúar sem hafa verið drepnir í borgarastyrjöldinni þar verið hvalir, hefðu þeir hlotið meiri samúð á Vesturlöndum. Þessi samanburður fáránlegur? Varði ríkisstjórn Reagans ekki milljónum dollara síðast á 9. áratugnum til þess að bjarga 2 hvölum sem voru fastir í ísnum í Alaska? Hver langt nær umhyggjan fyrir sjávarspendýrum? Ef landbúnaðartímarit birti greinar eða auglýsingar sem lýstu því að sveitalíf væri spennandi vegna þess að búfénaður væri gæddur kyntöfrum, mundi almenningur og fjölmiðlar bregðast við með skelfingu. En þegar áþekkar fullyrðingar sjávarspendýr birtast búast umhverfisverndamenn við öðrum viðbrögðum. Margar ástæður geta verið fyrir áhuga hvalaverndamanna, en smekklausir og oft blygðunarlausir kynórar sem koma stundum fram í tilteknum tímaritum og ferðamannaauglýsingum í tengslum við sjávarspendýr væru vissulega athyglisvert rannsóknarefni. Svo virðist sem sumir telji kynmök hvala og manna bæði eðlileg og eftirsóknarverð. Í aprílhefti Buzzworm tímarits umhverfisverndarsinna árið 1991 vitnað í ummæli Roberts Hunters, eins stofnenda samtaka grænfriðunga og fyrrum formanns þeirra í Kanada, kynreynslu sína af kvenhöfrungi í Axlunarham. Hann segist hafa farið nakinn í sjóinn og haft kynmök við dýrið. Í mars árið 1992 birti breska tímaritið World nokkrar síður af auglýsingum þar sem fólk hvatt til þess að stofna til kynna við sjávarspendýr. Sumar í að greinilega kynmökum mann og dýra eins og þessi auglýsing á 57. síðu. Í heilsíðu auglýsingu frá Earthwatch samtökunum þar sem falast eftir fjárframlögum líka sagt frá heldur siðlausu ástarævintýri. Ennick Burrion, 29 ára gamall kerfisfræðingur og að því virðist einstakur málamaður, sýnd í hitabeltisparadísinni Hawaii með höfrungi sem hún elskar og segir: "Ég gleymi því aldrei þegar hann kyssti mig í fyrsta sinn." Hawaii is a honeymoon paradise. Romance hangs heavily in the air. Beaches are sun-kissed, palm trees sway in tropical breezes, and the islanders welcome you with open arms. It was there that I fell in love with a dolphin. Akai Kamai was one of the male dolphins, and I think I fell in love with him the moment we met. Within hours, I learned to speak some of his language. He responded to my simple hand signals by leaping high out of the water. I learned to trust him. Then one morning, when I signaled to him, he reared out of the water and pressed his cold nose against my lips. It was a moment I'll never forget. These are animals that have been around far longer than we have. And these are animals that pass down information from generation to generation, which would be extremely valuable to us. Knowledge about how the world has changed. And it's only a matter of time before we do start communicating with the higher species on our planet. And in fact, we will learn a lot about ourselves when we are able to communicate with other species. Dr. Margaret Kleinowska talin meðal helstu sérfræðingum skynsemi sjávarspendýra. Oh, there have been a lot of fantasies about communicating with the animals, going back, let's say, to the story of King Solomon's ring, which gave the power of talking to the animals. And we have in literature all sorts of ideas about Mowgli, for instance, Kipling's Mowgli, who lived with the animals and talked to them and so on. Realistically, it's not very feasible, no. It's a dream, a romantic dream.
Í Færeyjum ríkir ekki hitabeltisloftslag eins og á Hawaii. Þar vekja hvalir engar rómantíska tilfinningar. Alþjóðleg umhverfisverndarsamtök hóta því nú að spilla efnahag eyjaskeggja sem eru 45.000 talsins nema þeir fallist á að hætta neyta hvalkjöts, sem verulegu hluta hefðbundnu fæði þeirra. Sumir vísindamenn halda því fram að hvalkjötsát þeirra sé megin ástæðan til þess að ungbarnadauði sé hvergi minni en þar. Færeyingar byggja alla tilveru sín á hafinu. Nú ríkir alvarleg efnahagskreppa í Færeyjum vegna óheppilegra fjárfestinga í sjávarútvegi. Þess vegna grindhvalurinn sem hefur séð þeim fyrir kjötu aldir nú mikilvægar en nokkru sinni fyrr. Strangar reglur gilda hvalveiðarnar en hvölum hlýtur að blæða líkt og öðrum dýrum sem slátraði til matar. Hvalkjöt rúmur fjórðungur af neyslu eyjaskeggja. Samtök margra meiriháttar dýraverndunarfélaga undir stjórn Alans Thorntons hóta því nú að spilla viðskiptasamböndum Færeyinga erlendis. Thornton sem líka forseti sjálfskipaðrar umhverfisrannsóknarstofnunar vill neyða Færeyinga til að hætta að éta hvalkjöt. Samtökin leita stuðnings almennings í Evrópu og Bandaríkjunum gegn Færeyingum með tilfinningaáróðri sem oft villandi. Kate Sanderson starfar fyrir færeysk stjórnvöld að því að svara bréfum frá áhyggjufullu fólki meðal annarra þjóða. A letter was received in October last year from England, and it reads as follows: Dear Sir, the slaughter in the Faroes of the dolphins and whales is causing untold damage to the ozone layer. The special sound the dolphins and whales emit holds the ozone layer together. It is of the utmost importance to stop this terrible slaughtering of these wonderful creatures, so many of which are far more evolved than man. Some people have been so upset by what they've seen that they've been moved to write this kind of letter. This, for example: I have just seen on television your murderous killing of the whales. I and all my workmates agree that you're just shit. I am a grown man and I cried to see your inhuman acts. I would love to stick one of those hooks in your head and hear you scream the way the whales did. I hope you and your family die by drowning. And when you meet God, he sends you back as a pilot whale so you can feel the pain the whale does and die in agony. If the atomic bomb is dropped, I hope it's on the Faroe Islands. The rest of the civilized world won't miss you. The worst of health, may you all die soon. Signed, a normally quiet, non-violent Englishman. To the people of the hunting and fishing communities, the anti-whaling activist is a breed apart, a kind of religious fanatic. In a sense, they're right. Anti-whaling sentiment has long since turned into a quasi-religion, declaring whales to be sacred creatures and killing them therefore a sin. The slaughter of whales is criminal activity. That's what the slaughter of whales represents. And that slaughter is a crime against the whole planet. There really is very little chance of any understanding between the two sides. While the anti-whaling lobby enjoys the generous attention of an international media constantly seeking sensational stories. Þjóðir sem lifa því að veiða fisk og önnur dýr vona að almenningur og þeir sem móta opinbera stefnu mun að lokum hverfa frá allri tilfinningasemi og skilja nauðsyn þess að nýta auðlindir hafsins. Maðurinn eina skepnan á jörðinni sem á sífellt í innbyrðis deilum og réttlætir athafnir sínar venjulega með því að hann sé að reyna að skapa betri heim. En hvernig heim viljum við skapa? Viljum við skynsamlegan heim þar sem fólk sammála að nýta auðlindir náttúrunnar öllu mannkyni til góðs, eða viljum við stefna draum sínum nýja öld þar sem allar lifandi verur standa jafnt, þar sem ljóni leggst við hlið lambsins og menn og höfrungar synda saman og fræða hverjir aðra menningararfleifð sína, þar sem við göngum nakin í nánu samlífi við móður náttúru. Ef við viljum telja allt líf heilagt, komumst við ekki hjá því að hugleiða á hverju við eigum að nærast í nýju paradísinni. If indeed these people want something exotic to eat, well, they should try eating each other rather than eating the whales. The environmental groups put out their own information, but they do not recognize the authorities of any government in the world to set policies and to
manage the world. Yst í norðri nætur bjartar sumarmál. En nú ríkir vetur og nístingskuldi, svo næðir í